Rúnar, já, hörkuleikur en þetta endaði kannski ekki eins og þið viljað? Nei, þetta var bara langt í frá í dag að vera eins og við myndum vilja að hafa það. Það svolítið svoleiðis. Svæðisvörnin, hún var aðeins að veðjast fyrir ykkur. Hún var bara, þær spiluðu svæðisvörnin en nánast allan leikinn og við bara executum rosalega illa mótinu og virtumst vera svolítið hræddar á tímabili. Fyrri hálfleikurinn var kannski langt vestur, við vorum bara og svona neikvæðar og pirraðar og náðum ekki að nýta okkur í hag, svo náðum við að leysa þetta en svo kemur bara stífla aftur í seinni hálfleik og við finnum enga lausnir á því og náttúrulega hjálpar ekki til að skotendingin okkar er slök og ákvarðanatökur líka, þetta er bara það sem við erum að vinna í, að bæta ákvarðanatökur og það er greinilegt að við þurfum að halda áfram að vinna í því og það er ákvarðanatökur á sóknarlega í dag og sendingar og annað slíkt, þetta er bara langt frá því að vera nógu gott og við erum að fara í úrslitakeppni þar sem við verðum að gera miklu betur. Já, ykkur til tekna, þá verður nú að segja að það er svona trekk í trekk þá tókst ykkur að koma tilbaka en þið náðu einhvern veginn ekki að svona klára þessi comeback. Nei, við erum kannski að finna eitthvað sem er að ganga upp og við erum bara ekki nógu klárar að halda áfram að leita í það sem er að virka. Við erum svolítið svona tilviljunarkenndar. Þetta er bara svona að gerist svolítið eitthvað, við förum upp og við erum ekki að leita neinu ákveðnu og þá er líka erfiðar að fara tilbaka og fara að finna það sem er að virka og við vitum eiginlega ekki hvernig það virkaði. Nei. Þannig að þetta er ekki nógu skipulagt og þetta er bara það sem við þurfum að gera miklu betur að vera inn í einhverju ákveðnu systemi og finna það sem við viljum leita og búa til skot fyrir okkar bestu skotmenn og koma boltanum inn í teig og það sem eru góðar inn í teig og þvílíkt. Þetta er bara svona halda taktinum. Halda taktinum. Herru, takk fyrir þetta Rúnar og gangi ykkur vel. Takk hérlega.